Halló, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og þið eru að hlusta á sögukastið. Velkomin. Verið hjartanlega velkomin. Og þetta er þáttur 2 af Princess Margaret, Framhaldið. framhaldið. Þannig að ef þið er ekki búin að hlusta á fyrir þáttinn og Þá kannski meika þessi sem þáttur aðeins minna sens. já, þannig að við mælum eindrið með því að þið farið, hlusta á fyrsta og komum svo aftur hingað. Geggjað. Við býðum. Hljómar þessu plan. Við býðum hérna bara mjög þúlumúð. Já. Bara. Pappafarandarinn er helviti Já. sterkið þennan morgunin, ha? Einmitt, þú ert ekki orðin 30 og já, þetta er búið að vera langvarandi vandamál. Segðu þið. En ef ekki bara henda okkur beint í þetta. Love it. Ok, smá recap. Það er júlí og árið 1953. Margaret og Peter Townsend hafa ákveð að bíða með að ganga í hjónaband í 2 ár. Eða þá þar til að hún er orðin 25 ára. Í grunninn er það ef að svo ákvörðun tekin svo að þau myndi ekki þurfa samþykki drottningarinnar. Já. Og þar að leiðandi yrði systir Margaret ekki, hvað ég segja, hún þyrfti ekki að taka ákvörðun á því hvort að systirinnar mætti giftast eða ekki. Einmitt. Þannig að mér finnst það mjög sniðugt. Algjörlega. Þótt að ég skil það að Margaret og Peter hafi ekki verið ánægð með þess ákvörðun. Nei, en einmitt, þau eru að taka út eitt þröskuldin í rauninni. Já. Og til þess að forðast frekar í skandal að þá var Peter sendur til Brussel þar sem að hann var þá að vinna fyrir breska sendiráði þar. Peter Townsend lifði frekar rólegu lífi í Brussel. Hann var ekki mikið út af lífinu og læriði víst frönsku meðan hann var þarna. Vel gert. Þannig að hann var bara með rólegt líf, hann var ekki að vera að fara í partí eða neitt svo leiðis. Já. En hann virðist þó ekki vera mjög ánægur með þetta líf. Nei, ég menn skiljanlega. Og sagði hann einu sinni við blaðamann að hann væri þreyttur á því að þurfa að fela sig heima hjá sér eins og þjófur. Já, meinar. Þetta var eitthvað svona I'm sick and tired of having to hide in my apartment like a thief. Elsku kall. Já. Annars þá var hann ekki mikið að tala við fjölmiðla. Nei. Þau máttu senda bréf sín á milli og tala í síman. Ok. Svo þetta var í rauninni bara hið típiska fjarsamband. En svo er einhverju sögur sem segja að hann hafi komið til London og þau 1 tíma saman. Þá annarkvort heima hjá henni í Clarence House að því að hún var með sér inngang sem var það hentugt. Eða þá að þau voru að hittast á heima hjá vinum og þá í svona matabóðum eða slíkt. Já. En það er vist bara 1 staðfest heimsón. Já, ekkert meira en það. Nei, það er 1 staðfest en svo er margar svona smá loðunar. Já, það sem er ekki þetta staðfest eitt en eitt. Í rauninni ekki. Röskul. Mér finnst þetta bara mjög viðurkennt sko bara þurfa að vera í burtu í 2 ár. Einmitt. Og mér ekki hittast, mér finnst það fárlegt sko. Já, þannig að ég myndi gera þetta sko. Hún líka 23 þegar hann fer út. Einmitt. Hún er á besta aldrei sko. Já. Í ágúst árið 1955 skrifa Margaret forsætisráðherranum, hún er með Anthony Eden bréf þar sem hún segist ekki geta ákveðið sig hvort hún ætli að giftast honum, þá Peter, fyrir en hún sjá hann aftur. Ok. Og þetta er alveg frekar random bréf. Já. Og er það talin vera sönnun fyrir því að hún hafi ekki elskað Townsend jafn mikið og fólk hélt. Ok. Já, þannig þetta talið vera svona af hverju var hún að senda þetta bréf til þess að segja þetta. Já, þetta er rosa skrítið og svona upp úr þurru. Já, en þann 21. ágúst árið 1955 var Margaret 25 ára. Loksins. What we've all been waiting. Já. Forsíður blaðana sögðu þetta vera daginn sem hún var í frjáls til að giftast. Ok. Almenningur hafði enn mikla skoðanir á sambandinu og var mikill hluti á móti því, en einnig mjög margir hlindir þessu sambandi. Gekja. Samkvæmt könnun sem var gerð af Gallup
voru 59% Breta með sambandinu, 17% á móti því og þá þar leiðandi 24% hafa verið hlutlaus. Já, ok, þannig að það er mun fleiri hlindir heldur en ekki. Já, hún Sem er er með geggjað. stuðning. 12. október sama ár kemur Peter Townsend til London. Búp. Og þrátt fyrir að þau sjáist ekki saman opinberlega að þá eru þau samt mikið saman. Ok, geggja. Á þessum tíma voru dagblöðin að verða vitlaus. Fyrirsagninar voru til dæmis Come on Margaret, Now the nation waits, No ring yet og allt í kapsl. Þetta hefur ekkert breyst. Nei, Þetta eru bara slúðublöðin í dag, sko. einmitt. Mikil óþolurmæði var þarna á ferð og allir að búast við bónorði á hverri sekundu. Ok. Og flestar fyrirsagnarna voru með henni í liði. En náttúrulega auðvitað voru alltaf ykkur svona íhalds, samari blöð og svona. Auðvitað, ég meina það er alltaf þannig. Já. Planið hans Lassols, ritara drottningarinnar, virðist hafa virkað. Það er að búa til fjarlægð á milli Margaret og Peter og slökkva þar að leiðandi í neistanum á milli þeirra. Já. En þann 31. október gaf Margaret út tilkynningu að hún og Townsend myndu ekki giftast. Æ, nei. Þar sem hún segist í rauninni vera að setja duty first og að hún gæti ekki gifst utan kirkjunar. En það var eina leiðin fyrir þau að giftast. Þá svona civil wedding, eða borgarlega athöfn. Það var eina leiðin þannig að þau mættu giftast, að því að kirkjan myndi ekki viðurkenna hjónabandið og að hún myndi missa náttúrulega allan pening og sína stöðu, sitt heimili, hún myndi missa allt. Þannig að það var ekkert sem hafi breyst. Eina sem hefði breyst í rauninni var að hún þyrfti ekki leyfi Elísabetar. Og Peter Townsend var ekki af aðals. Og það var alltaf svona tala um að þau myndu þurfa að búa út í einhverjum kofa on a group captain's salary. Að því hún myndi ekki fá neitt pening með sér, ekki með að taka neitt, nefnum bara föt. Einmitt. Og þau mættu ekki búa í Bretlandi. Já. Allavega í einhver ár. Já. Þannig að það var ákveðið að giftast ekki. Já. En hún segist þó hafa fengið mikinn stuðning frá Townsend við þessar ákvörðun. Já. Ég finn til með þeim báðum. Já. En mér finnst þetta sérstaklega leiðilegt gagnvart Townsend að hafa, hann hélt í von í 2 ár og flutt úr landi fyrir hann. Já, og hún hélt það líka. Já. Og það var einmitt líka nefnt að Elísabet og forsætisráðherrann Anthony Eden voru að reyna að komast hjá hana Marriage Act of 1772. Já. Og reyna að koma því í gegn að þau mættu giftast og að hún yrðist tekin úr röðinni, þú veist, hún mætti ekki erfa krúnuna en allt annað héldist óbreytt. Já. Þannig að þau voru að reyna að koma og það var vist enn í vinslu bara þannig að 20. og eitthvað október. Já, ok, þannig að Elísabet reyndi að berast Hún reyndi, já. En hvort að það hafi verið bara dead end frá upphafi? Já, það er ekki að vita. Nei. En enn og aftur skiptist almenningur. Fólk var annarkvort ánægt með hana að setja trúna og konunglega skyldur í fyrsta sæti, en aðrir voru hissa og jafnvel reiðir yfir þessari ákvörðun og í raun þeirri staðrind að hún hafi yfir höfu þurft að taka þess ákvörðun. Já, ég er með þeim í liði, sko. Og þeir voru ekki reiðir við hana, þeir voru bara reiðir einmitt. fyrir hennar hönd. Akkurat. Meira. Ég er alveg sammála, þú veist, þetta er bara, mér finnst það fárlegt. Já, en margir voru samt ánægir með hana svona sína her royal duties, sína hvað hún er hlynnt krúnunni og fjölskyldunni og það myndi styrkja krúnuna. Já. En það var enn og aftur skiptar skoðanir. Nefnilega bara á öðruvísi
var öðru sér sjónu Já. já, en þar með var þeirra sambandi lokið og hann flutti minnir að hann hafi flutt aftur til Brussel. já, það Já. Hún virðist ekki hafa verið hamingjusöm á þessum tíma. Nýja í rauninni hafa verið það í alveg svolítinn tíma. Hún reykti og drakk mjög mikið og það hjálpaði svo örugglega ekki að árið 1959 fær hún bréf frá Peter þar sem hann tilkynir henni að hann sé trúlofaður annarri konu og er því á að fara að giftast. Og þetta er kona sem er einhvern 19 árum yngri en hann og er talin mjög lík Margaret. Já, það er alltaf hljómar pínu svona loðið 19 ára mingur og eitthvað, en hann var greinilega þar hrifinn að henni, hann fann sér eitthvað sem var mjög lík henni. Já, en hún svarar bréfinu og í því ásakar hún hann að svíkja það loforð sem þau gerðu sín á milli. Að fyrst að þau gæti ekki gifst hvor öðru, að þá myndu þau ekki giftast neinum. Já, ég skil. Að lokum bað hún hann að brenna öll þau ástabréf sem hún hafi sendt honum. Gerði hann það? Ég veit það ekki. Það eru einhver bréf í The Royal Archive en þau verða ekki gerð opinber fyrir árið 2030 þá 100 árum frá fæðingu hennar. Já, þetta er svona pínu svo copyright dæmi eða? Já, þannig að en þá er síðan samt talið, ok, eru þá bara bréf hans megin. Einmitt. En þau samt hittast einu sinni áður en hún deyr. Já, það. Þá er 95 eða 6. Já, ok. Já. Og það er ekkert vita hvað hefur gerst. En það virtist bara hafa verið bara eitthvað svona vinalegt samtal. Já, og ok. ekkert meira. Ok. En henni hafi verið boðið í eitthvað svona veislu. Já. Neitaði því og hitt hann bara í einrúmi til að forðast eitthvað svona skandal. Já, ok. En árið er 1958 og Margaret er í matabóði hjá Lady Elizabeth Cavendish sem var hennar lady in waiting. Einmitt, það vantar íslenskt orð. Já, ég hef ekki hugmynd hvað þetta getur verið. Nei, en það er í rauninu bara svona hennar svona þjónustu. Já, beðkona. Íslenskum þetta beint. Já, en það náttúrulega er ekki það. Nei. En það er rauninu bara svo sem er með henni mest Mhm. og hjálpar henni að klæða sig og þetta er í rauninu bara svona vinkona á launum. Já, einmitt. Svona oftast. Þetta er náttúrulega manneskja sem hún vil treysta. Mhm. Þetta er manneskja sem er í þínum innsta hring. Já, algjörlega. Það er mest með þér. Einmitt, er að þjónustæðin er samt í partíunum, skilur, veist, og í öllum búðunum og svona. Já, en ég líka með þér á mótnana og kvöldin Einmitt, og allt bara. Já. En þar hittir hún mann að nafni Anthony Armstrong Jones sem var ljósmyndari. Það er í raun ekkert meira til að segja það, heldur en bara þau hittast. Já, gerist ekkert meira. Nei, engin neistar ný neitt. Nei. Nokkrum mánuðum seinna hittast þau þó aftur þegar hann endrar á að taka mynd af henni. Það er sem sagt eitthvað sem biður leyfi til að taka mynd af Margaret og biður Anthony að gera það. Já. Það er bara svona, hei, nenni þú að taka myndina af henni? Já. Anthony Armstrong Jones, kallaður Tony, var alveg ágætlega þekktur í samfélaginu. En hann var það þekktur sem svona tísku, hönnunar og leikhús, eða þar að tala theatrical portrait, ljósmyndari. Það er alveg vel þekktur pappið mitt, hann myndi eftir honum, sko. Já. Já, Hann var svolítið svona í listasenunni. Já. Einnig myndaði hann Elisabethu og Philip, mannin hennar, þegar þau voru á svona Royal Tour Kanada árið 1957. Cool. Og einhvers staðar las ég líka að hann hafi tekið eitthvað svona official myndir af þeim. Já. Það held ég hennar 1958. Geggjað. Hennar, Margaret hefur örugglega síðan aftur þar og svona Já. byrjaði að vera aðeins svona í lífinu. Já, hann var aðeins að byrja að vera í kringum fjölskylduna. En Princess Margaret og Anthony Armstrong Jones byrjuði að umgangast hvort annað meira og meira og að lokum fóru þau að deyta. Ok. En þau ákvaðu að halda því leyndu og þau voru með svona mest heima hjá honum og mest með vinum hans. Já. Og svona, en þau sáust oft í partíum saman en það bara var í rauninni enginn að tengja Nei. að það væri eitthvað á milli
að hún var talin vera svona slúmsk. Já, Þú veist, hún var í rauninni bara að flörta, þú veist, þá flörtaði við nokkra þannig að það var svona, ok, hver er þá? já, það var í það rauninni var aldrei neitt, Það var aldrei augljóst. nei, ég skil. En hann tekur til dæmis 29 ára ammælismyndina af henni sem á sama tíma, eða á þeim tíma, var mjög umdeild. Nú, En þar sést í axlinar á henni Guð. og er myndin tekin þannig að hún gæti þess vegna verið nakin. Ég skili. En venjulega var alltaf tekin svona formleg ammælis portrait og sett í blöðin. Já, En þarna fór hún fram hjá því og fór bara sína eigin leið og byrti þessa mynd. vel gert. En það var alltaf svona, ég raunir bara eins og myndir sem ég setti í story fyrir sögukastið. Já. Ég minnir að það hafi verið ammælisportrait. En það voru alltaf svoleiðis myndir. Einmitt. Sem ég er með myndina eina. En við erum alltaf að tala þetta er 1959. Einmitt. Við verðum að svona muna að þetta var mjög íhaldsamt allt. Já, þessi mynd, já. Þú skilur 100%. að því það sést engin bólur eða neitt. Mhm. En það er náttúrulega sést ekki neitt. Eina sem sést er andlita á henni og axlir. En það kom öllum á óvart þegar hún tilkynni þann 27. febrúar árið 1960 að þau séu trúlofið. Hún er ekki lengi að þessu. Nei, en einhverjar heimildir segja að hún hafi samþykkt trúlofuna daginn eftir að hún fekk brefi frá Peter Townsend að hann væri trúlofaður árið 1959. Já, ég skil. Á hún að hafa sagt: morguninn fekk ég bref frá Peter og sama kvöld ákvað ég að giftast Tony. Já. Fyrst Þannig að Peter er búin að halda áfram og þá ætlar hún að halda áfram. já, einnig er kenning að hún hafi viljað giftast sem fyrst. Því hún vildi gifta sig á undan Peter og unnustu hans. En þurfti að bíða þar sem Elizabeth var ólétt á þessum tíma. Já. Og samkvæmt svona royal etiquette að það má ekki koma með 2 stórar tilkynningar frá konungsfjölskyldunni á sama tíma. Einmitt. En þetta er þó aldrei verið formlega staðfest. Nei. Það sem styrkir þó þessa kenningu er að Prince Andrew, 4. barn Elizabethar og barnið sem að hún var ólétt af, fæðist 19. febrúar árið 1960. Sléttri viku seinna tilkynnir Margaret að hún sé trúlofið. Já, einmitt. En Peter var á undan henni að giftast. Já. Þannig að enn og aftur þurfti Margaret að bíða. Alltaf eitthvað. Alltaf eitthvað. Tony er oft lýst sem svona bohemian karakter. Búin að vera mjög mikið í kringum listafólk, eins og við nefndum hérna rétt áðan. Og átti víst nokkrar áskonur og mögulega var hann tvíkynniður. Að það eru einhverjir orðrómar að hann hafi átt kærasta einnig. Okay. En hann var, já, svo mikið í listasenunni. Já, þekkt hann ekki allar. David Bowie og allar þess að gæða. Jú, ég reyndi að þekki það ekki alveg, það kemur ekkert óvart. Já. Ég veit allar að Margaret var í kringum David Bowie og Bítlana og Stones og eitthvað. Okay. Því var tilkynning trúlofun inn í bresku konungsfjölskylduna smá viðsnúningur fyrir hann. Já. Því hann gat þá ekki lifað þessum svona frjálsa lífstíl lengur. Nei, einmitt. Og svona til dæmis að þá eignaðist hann sitt fyrsta barn í lok maí árið 1960. Það var þá ekki formlega staðfest að hann var í pappin fyrir en árið 2004 þegar það var DNA-próf sem staðfesti það. Já, minnur. Ok. Og á hann barni með í rauninni konu sem að hann þá var að halda við. En hún var gift vinans og það talaði að þau 3 höfðu verið í einhverju svona sambandi. Svona frekar opnu. Já. Ein kenning hvers vegna hann bað Margaret er svo að hann var að reyna að gangi augun á mömmu sinni. Nú. Hún hugsaði víst mikið titla og ég las einhvers staðar að hún giftist nokkru sinnum en passaði sig alltaf á að giftast upp.
í Ja. tign, eða svona titli. Ég skil. En hún fær alls ekki verðlaun fyrir mömmu ársins því henni var vist svona frekar sama börnin sem hún átti úr sínu fyrsta hjónabandi. Já, meinar. Og því er talið að Tony hafi verið að reyna að hylla mömmu sína með því að giftast prinsessu. Já. Að þú kemst ekki herra Nei, í raun. nei, það er bara drottning og það er fyrir ekki erfitt. Já, einmitt. Brúðkaupið var svo haldið þann 7. maí árið 1960 í Westminster Abbey og er það fyrsta konunglega brúðkaupið til þess að vera sýnt í sjónvarpi. Það? Já. Ok. Það var The Duke of Edinburgh, maðurinn hennar Elísabetar, sem labbaði með hana að altarinu sem ég finnst vera mjög krútlegt. Nei, þegar það er geggja. En þau fóru svo í 6 vikna brúðkaupsferð Karíbíahafið á Britannia snekkjunni, sem er konunglega snekkjan. Einmitt. Geggjað. Eftir það flytja þau svo inn í Kensington höll. Næs. Það geti okkar. Mm. Með Hyde Park sem garðið. Sko. Já, það var, ég myndi ekki segja nefið því. Nei, mistu. Í október árið 1961 fekk Anthony titilinn Lord Snowdon og Viscount Linley. Margaret varð svo Countess of Snowdon. Fyrsta barnið þeirra, drengur, fæddist hann 3. nóvember árið 1961 og var skýrður David Albert Charles Armstrong Jones, the second Earl of Snowdon og einnig Lord Linley, Vá. eða Viscount Linley. Það er svona að tala bæði. En er í dag þekktur sem David Linley. 3 árum seinna, eða þann 1. maí árið 1964, eignast þau stúlku. Lady Sarah Frances Elizabeth. Ekki alveg af langt nafn en. Nei, en það hefur þá verið Armstrong Jones fyrir aftan líka. Já, ok, já. En hún eignast bæði börn með keisara, því hún baði það. Jaha. Já. Hm. Og það er alveg tekið fram með blálega á mörgum stöðum. Hvað það er fyndið. Hjónabandi virtist í byrjun vera hamingjusamt, en frekar fljótlega fóru að koma upp vandamál. Ok. Þau voru ekki trú hvor öðru og voru því bæði að halda framhjá. Ég skil. Einhverjar heimildir nefna að þau hafi svona í rauninni verið að hefna sín alltaf á hvor öðru. Svona hann hélt framhjá mér, þá má ég gera það sama. Já. Og þannig fram og tilbaka. Og síðan er þetta bara einhver vítarhingur sem sleitnar aldrei. Já. Mhm. Einnig virtist þau ekkit vera að halda þessum samböndum leyndum. Og þetta var bara frekar vitað. Já. Ég ætla í raun ekkit að fara nánar út í allt framhjaldið. En svo þekktust eru sambönd Margaret við Anthony Barton sem byrjaði árið 1966 og Tony var með Lady Jacqueline Rufus Isaacs, Anne Hills og svo Lucy Lindsay Hawkes. Já. Og hann giftist síðan þessari Lucy Lindsay Hawkes Ok. seinna. Margaret fekk í brúðkaupsgjöf frá Colin Tennant sem var vinur hennar land á eyjunni Mustique í Karíbíahafi Geggjað. en hann átti eyjuna Já. og þessi Colin og gaf henni hluta af henni. Bara láta ykkur vita fyrir alla sem eru búin í brúðkaup okkar bara ég hef ekkert á móti landi í Karíbíahafinu. Já, en máli er að hún fekk það bara. Já. Ekki. Nei, hún fekk. Það var svona brúðkaupsgjöf til hennar frá vininnar. Ég skil, ekki til Snowdon. Ég skil. En hún, En og eftir, ég hef ekkert á móti landi persónulega, það þarf ekki að vera til Elísu líka. en hún byggir sér villu á eyjunni sem hún skýrir Le Jolie U. Það er bara Geggjað. hinn fallegu vötn. Já, ó, E-A-U-X. já. Einmitt, næs. Og eyddi hún miklum tíma þar. Og sérstaklega þegar hjónabandið hennar var að fara mjög hratt niður á við. Já, skil það. En árið 1973 er hún kynnt fyrir manni sem heitir Roddy Llewellyn. Llewellyn? Hvernig þetta skrifa? L-L-E-2-F E-L-L-Y-N. Llewellyn. Llewellyn, ok. Sem var by the way 17 árum yngri en hún.
bara vel gert. Hann fer að mæta reglulega á eyjunni og verður Margaret frekar háðunum og talaður að hann hafi farið eins og í burtu og hún hafi eiginlega bara fengið tauga áfall. Já, það. Já, og tekið ómarga svefntöflur og svona. Shit. En samband þeirra verður svo gert opinbert árið 1976 þegar mynd af þeim á bikini á eyjunni er tekin og birt í tímaritum. Skil. Þetta var ekki góðu tími fyrir Margaret. Nei. Hjónabandið á hraðri niðurleið með opinber framhjöld og svo þetta. Og var hún í fjölmiðlum á þessum tíma sýnd sem svona eldri kona, predator í rauninni, með boytoy sitt. Það er ósengjant. Já. Það er ósengjant. Og í kjölfari fór almenningsáliti á henni að minnka. Hún var ekki lengur þessi dýrkaða prinsessa sem allir studdu. Típist. En þau voru allavega hana hvorug saklaus í þessu sambandi, Margaret og Tony. 100%. Burtsér frá öllu framhjáhaldinu að þá voru þau víst hvorki góð við hvort annað, né góð fyrir hvort annað. Og sá ég á einum stað að hann hafi búið til og skilið eftir á stað sem að hún myndi finna lista sem hét allir hlutinir sem ég hata við Margaret. Nei. Og einni á hann hafa sagt við hana, "You look like a Jewish manicurist and I hate you." Fuck. Það er ljótt. Já. Það er virkilega ljótt. Já, þótt ég fann ekki neitt, þá held ég að hún hafi í raun ekkert verið skárri. Nei. Þau fara svo formlega í sundur í mars árið 1976 og skilja svo loks í maí árið 1978, þá eftir 18 ára hjónaband. Smagnaði að hafa ennst þetta lengi, sko. Já, en þessi skilnaður er fyrsti skilnaðurinn innan bresku konungsfjölskyldunar í 400 ár. Já, bara síðan Henry Já. 8. What? Þá frá skilnaði Henry 8. Og í rauninni þá formlega svona að þá frá skilnaði Henry 8. við Catherine of Aragon að því að brúðkaupið við hjónabandi við Anne of Cleves var annáld. Já, það var ekki skilnaður tengla. Nei. Margaret hafði alltaf reykt og drukkið freka mikið og var það bara vitað. Já. Hún þjáðist á þunglindi og svo voru langvarandi áhrif reykinga og drykju farin að koma í ljós. Árið 1978 veikist hún og er greind með maga- og garnabólgu ásamt alcoholic hepatitis sem ég fann ekki þýðingu á, sem er bara áfengislifrabólga. Það var eina sem ég... Já, þetta er hepatitis er livra... Hepatitis er lifrabólga. Já, þetta er bara livrabólga út af áfengisneyslu, sko. Já. Og þessi veikindi voru í raun upphafi af því sem koma skal. En það sem eftir var ævinar var hún mjög veik. Elsku Margaret. Þann 5. janúar árið 1985 fór hún í aðgerð til að láta fjarlægja vinstra lunga. Ég skil. Og sem er sama aðgerð og pabbinar fór í árið 1951. Meinar. Hún segist hafa hætt að reykja árið 1991. En þjónustu fólk hennar segir að það hafi ekki verið satt. Nei. Því þau fundu reglulega reykinglegt inni hjá henni. En hún var þá allan ekki reykja opinberlega. Nei. En hún hætti aldrei að drekka. Þann 23. febrúar árið 1998 fékk hún heilablóðfall. Þar sem hún var stödd í viljunni sinni á Mústík. Árið seinna þá brann hún mjög illa á löppunum. Bara sólbrunni eða? Nei, þetta gerist inn á baðherbyggi og eitthvað með að hún hafi verið eitthvað lyfjuð. Vatni hafi verið allt og heitt. Meinar. En hún brann það illa að það var til þess að hún þurfti aðstóð til þess að labba og notaði stundum við hjólastól. Nei.
En 2 árum eftir fyrsta heilablóðfallið fékk hún annað, svo annað árið seinna og aftur 2 mánuðum eftir það. Þar að leiðandi var hún lömuð vinstra megin á líkamannum, ásamt því sá hún orðin mjög illa. Já. En hún sást síðast opinberlega í desember árið 2001 þegar verið var að fagna 100 ára afmæli Princess Alice, the Duchess of Gloucester. Princess Margaret lést snemma morguninn þann 9. febrúar árið 2002 í svefni, þá 71 árs gömul. Já. En hún hafði fengið enn eitt heilablóðfallið deginum áður. Og ásamt því að þá voru einhver hjartavandamál sem fylgdu þessu síðasta heilablóðfalli. Já, meinar. Sem ekki hjálpað. Nei. Nei. Jarðarförin var haldin þann 15. febrúar, 50 árum upp á dag eftir jarðarför pabbinar. Nei. Jarðarförin var lítil, aðeins fjölskylda og hennar nánustu vinir voru viðstaddir að hennar ósk. En hún var haldin í St. George's Chapel í Windsor, Kastala. Hún var svo brennd, sem mjög óvinnulegt fyrir bresku konungsfjölskylduna. Það vanalega aldrei kært. Nei, nefnilega ekki. En þetta var hennar ósk og urðu þau við beiðninni. Mamma hennar, Queen Elizabeth, the Queen Mother, lést svo þann 30. mars sama ár, aðeins 7 vikum á eftir dóttur sinni. Nefnum hún var orðin 102 eða eitthvað svoleiðis. Hún var mjög gömul. Þegar hún var grafin í King George's VI Memorial Chapel í St. George Chapel, að þá var aska Margaret látin fylgja með. Hún hvílir því með foreldrum sínum. Nei. Og þar með sögunni Princess Margaret lokið. Mögnu kona. Virkilega. En átti ótrúlega erfið ævi með að við. Já, líka bara þegar hún var ung, eða í rauninni þegar allt þetta Peter Townsend drama og svona, þú veist, hún elskaði sviðsljósið. Já, 100%. Og hún átti heima þar. Þannig að, þú veist, og ég hef sjálf pælt, og ég veit að fleira hafa pælt í líka, þú veist, hvernig hún hefði orðið sem drottning. Já, einmitt. En hún var að hún var vissulega frekar kærulaus. Já. Þannig að það hefði ekki verið jafn stabílt og hjá systurinnar. Nei, og ég ekki vissum að það væri konungsdæmi í dag í rauninni, sko, ef hún hefði verið. Nei, en hún hefði notið sín svo sannarlega. 100%, sko. Ég held að vera mjög skemmtilegra konungsdæmi, sko. Ég er alveg sammálað þar. En, já. En hún var víst fyndin og hnittin og svona, en svo var bara að testa öll mörk og hún var ekki, þú veist, hún var ekki inn í þessum kassa. Nei. Sem var ætlast til þess að hún væri inn í. Nefnilega. En svo líka bara, hvernig hefði þetta verið, hefði hún bara fengið að giftast Peter? Já, ég held að persónulega hún hefði lifað lengur og mun betur. Já, hún hefði þá ekki verið bara reið og upplegað svo mikinn vanlíðan. Já, ég skil vel að hún hafi orðið betur. Já. Já, því að hún valdi ekki að fæðast í þessa fjölskyldu, veistu? Nei. En einhvern veginn þorði hún samt ekki að taka. Og náttúrulega þegar hún fæðist, þá náttúrulega eru þau ekki að fara að taka við krúnni. Þetta hefði ekki verið vandamál, hefði Edward bara haldið sínu striki. Já. En þetta er rosa mikið svona hvað ef. Rosa mikið hægt að fara út í það, sko. En ég heilla samt alltaf rosa að henni. Mér finnst hún rosa heillandi, en hún er enn í dag fyrir eitthvað umdeild. Já, 100%. 100%. En hún gerði rosalega mikið af góðum hlutum á meðan hún var prinsessa. Já. Svona að sinna almennlega skildum sinum. Var það ekki líka að maður rétt að hún fór á hana í rauninni fatlaðra heimili hana krúnunar. Það í The Crown. Já, ég sá það. Hefur það aldrei verið staðfest? Sko það vitað að þessi skildmenni þeirra voru á þessu heimili. Já. En hvort það hafi verið hún sem uppgötaði það?
Já, það er ekki vita. Nei. Hún er gerð að því í þáttum. En ég kannski fer dýpra ón í það þegar ég tek eins og pappinar og mömmunar fyrir. Já, ok. Að þetta eru ættingjar í móðufjölskyldu. Ég skil, ok. En ekki bara segja þetta gott í dag? Jú, ég held það. Er það ekki bara? Helviti flottu þáttur. Takk fyrir. Skal segja það. En bara takk fyrir að hlusta. Já, takk fyrir. Við heyrumst aftur. Já. Okay. Bye. Bye.